Við erum stödd í Valsheimilinu í dansskóla Jóns Péturs og Köru og hér eru þau. Hæ. Og ég einmitt sagði við ykkur áðan að ég yrði að fá að spyrja, þið hjón sem þið fengið þessa spurningu áður? Já, ég þess búin að fá þessa spurningu frá því bara að við byrjum að sjást saman en við erum bara mjög góði vinir en ég og eiginmann og hann og eigin konu en það eru semst ekki við. Hvað voru þið áður til að húsa? Við höfum verið eiginlega, þetta er 3. staðurinn sem við erum með dansskólan. Nú er dansskólan, já þetta er 23. starfsári sem við erum að byrja. Við vorum í mörg ár niðri í Bolholti, svo vorum við 3 vetur í Borgartúni og nú hefjum semst 3. veturinn hér, Valsheimilinu. Það er nú dálítill árafjöldi, 22,5. Já, þess 22 ára eru búin að starfa, já. Það sér ekki á okkur. Það sér ekki á okkur, eins og nýútsprungna rós. Algjörlega. Hvað er að fara í gang núna? Er eitthvað svona haustdagskrá eða vetrar, bara nýtt skólaár? Já, nú er bara að hefjast nýtt skólaár og við tökum í ýmsum greinum og þetta eru með þetta almenna eins og suðuramska dansa og standarddansa fyrir allan aldur, barnadansa, förum alveg niður 3 ára aldur núna, sem er mjög gaman og skemmtilegt verkefni og svo erum við líka með þetta svona úlingastrauma eins og hip-hop, freestyle og break og það eru þetta notum við aðeins yngri aðila í það sko. Jón Pétur leynir á sér í breakinu sko. Þið eru líka með salsa? Já, það er búið að vera hjá okkur í nokkur ár og við vorum að fá til okkar nýjan salsa-kennara, Jóhannes, eða Jói er nú bara illkallaður og hann ætlar að kenna hjá okkur salsa í vetur. Það er fyrir allir? Það er fyrir, já, fullorðna, það er ekki fyrir börn og líka. Nei, ok. Og skráning í námskeiðin, þau hefjast eftir helgi? Já, hún er í gangi, en kennslan hefst núna 12. september. 12. september? Já. Þannig á dansskóli.is er hægt að skrá sig og síðasti séns til að skrá sig er þá ráður en námskeiðarbyrg. Já, og svo lengi sem það er pláss. Við vitum nú líka með það að fólk er að kveikja oft þegar allt er komið í gang, það er verið að koma krökkunum fyrir og annað og svo líður kannski 1 eða 2 vikur á námskeiðinu og fólk, hvað erum við að segja? Þannig að það er skráning alveg fyrstu 2 vikurnar eftir við byrjum. Okay, þannig að það er ekki, við lokum ekki á meðan það er pláss, þá reynum við að greiða götur fyrir því að fólk komi í stað sko. Við kveiktum fólk bara til að fara inn á dansskóli.is og það er hægt að sjá allt úrvalið af. Já, það eru stundaskráir, gjaldskrá og það eru lýsingar á námskeiðinu. Nú hafa margir sem eru kannski kringum 50 segja mér er svo æðislegt að fara að dansa, þau vilja ekki fara beint niður í bæ og dansa, það er ekki. Þetta er ekki bara undir við sko, við erum að tala fullana, við erum að tala til þess aldurshópur hjá okkur, hann fer alveg niður í framhaldsskóla. Í fullorðsnámskeiðinu og fyrir allmörgum ára síðan þá eyrnamerktist aldrei svona frá 50 sko, í raun og veru, en frá því að við fórum á stað þá höfum við verið með aldur alveg niður í 20 og neðar og upp úr og hóparnir mjög blandaðir og það er það skemmtilega við það, það er ekkert aldurspil sko. Af því að þú ert að tala aldur í þessum fullorðinshópum og þá til dæmis bara, segjum bara ungt fólk sem á lítil börn, það hefur ekki tækifæri eða vill ekki vera að fara mikið eitthvað út á lífið en þá er þetta kannski svona kvöldstund sem fólk getur átt saman að fara saman í dansskóla og dansa saman. Þannig að jafnvel hjón mæta saman og Já, þá bara er það ofta auðvitað líka að fá barnatíð 1 kvöld í viku sem í miðri viku og fara þá út og gera það eitthvað úr kvöldinu og gera eitthvað saman því að það er svo margir sem eru með einhverja tómstundir sem eru alveg sitt hver áttin en þarna svona sameinastu og þetta er líka heilmikið hreyfing sko. Þetta er hörku líka sér, hörku brennsla. Já, er það ekki? Þú getur líka kveikt neistan svona upp og nýtt hjá fólk. Aldrei að vita. Já, við vitum allt, það hefur gerst. Þetta bara heldur líka oft bara fólki gangandi þegar það fer að eldast. Við tökum bara svona eldri kynslóðum þegar þau er að fara út að dansa helgar og svona er þeirra hreyfing og bara félagskapur líka. Þetta er hörku félagskapur. Þetta sko, það sem er, þegar þú kemur inn í salinn, þá er ekkert sko, hvað kallar maður það, ekkert bíl og þetta er fólk úr öllum geirum samfélags. Hvorki kynslóðabíl né heldur stéttaskipti sko, heldur það koma allir og þú ert að sjá hinu þessi andlit sem þú kannast í samfélaginu, allt frá og upp í, en það er ekkert svona, engin svona mismunum. Það er allir eins. Það er frábært. Og það er það skemmtilega við þetta starf líka. Þú gerir engan
hausamun. Nei. En ef maður velti fyrir sér allir ég hafi takt, einhver sem hefur aldrei dansað, þarf maður að vera eins og taktmælir í blóðum? Já, mátt alveg svara Ef þessu. þú getur gengið í takt, hlaupið í takt, tuggið tyggjó, þá getur þú dansað. Okay. Þannig að það geta allir dansað? Þá ertu með grunntakt, já. Þetta er bara samhæfing og ef fólk er bara þolinmótt með sjálft sig, ef ekki eldast við þann sem kannski er léttar á því, þá getur þetta. Þetta er frekar meiri hræðsla heldur en hitt. Já, er það ekki? Svona feimni eða fara á stað? Já, ef fólk getur klappað í takt við músík þá nær þessu. Þetta er bara aðeins meira, þú ert með allt batterið, þú ert ekki bara með hendurnar sko. Þú ert með allt kerfið. Já, þú ert náttúrulega með líkamann og svo ertu með tónlistina og svo ertu með mannesku með þér, þannig að þetta er svona heilmikil samhæfing af mörgum áttum, þannig að það er bara mjög gott. Bara að gefa sér tíma. Gott fyrir bæði heilakveðin. Já. Alveg potið. Þetta segir hvað fyrir einstaklega. Rosalega þess.